Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú það loftslagsmálin og það komin til mín ungur maður, hann Starkaður Björnsson, velkomin. Fyrir. Þú skrifaðir alveg magnaða grein í Vikudag og sem birtist núna á dögunum. Já. Og takk fyrir að koma í þáttinn og taka þér frí úr skólanum til að segja okkur aðeins meira frá. Takk að þér. Og sko þessi grein eiginlega unnin upp úr það ekki framboðsræðu? Jú, hún gerir það og ég bara svona, þegar ég heyrði að skólinn minn var að bíða eftir umhverfisfulltrúa þá hélt ég bara að ég gæti gert það. Já. Já. Þú bauðst þér sem sagt fram sem umhverfisfulltrúi í Brekkuskóla og skrifaði grein og skrifaði svona framboðsræðu og svo vannstu greinina upp úr þeirri framboðsræðu. Já, ég gerði það. Já. Og þú ert greinilega svolítið vel inn í þessum málum. Já. Heldur að krakkar á þínum aldrei séu það almennt? Sko, já, ég myndi halda það. En svo í þínum bekk, talið þið mikið um þetta? Við tölum mjög mikið um þetta og svona. En hafið þið miklar áhyggjur? Sofið á nóttunni? Sko, áhyggjurnar sem við höfum eru mjög miklar því að þetta er framtíðin okkar. Og þetta eru okkar framtíðarhagsmunir sem eru svona, já. Í húfi? Já, í húfi. Og náttúrulega ef að fullorðnir gera ekki nógu mikið, þá þurfum við einhvern veginn að svona taka í þetta. Já, taka afleiðingunum seinna mér. Já. Hvað nú ertu líka búin að mæta niður á Ráðhústorg eða ekki og mótmæla svona eins og fara í svona skólaverkfall á föstudögum. Er mikil þáttaka í þeim, heldurðu? Nei, en náttúrulega allt hjálpar. Já, og ef þið haldið áfram, þið sem eru svona ákveðin í þessu, þá kannski bætast fleiri við, hægt og rólega, vonandi. Bætast fleiri við og svona hægt og rólega þá verðum við stærri og stærri. Já, og vekið meira og meiri athygli kannski. Og þú fyrst sérstakt boð frá Andrasna, eða ekki að koma í Hof? Jú, ég gerði það. Það var mjög fallegt af honum. Já, hann hefur tekið eftir þessari grein. Já, hann gerði það. Og hvernig fannst þér þarna í Hofi? Hvernig leið þér? Ég var bara svona frekar hræddur ef ég á að vera svona alveg 100% hreinskilin. En ekki eins og ég var ekki hræddur alltaf. Nei, mitt. Mér leiði nefnilega svolítið þegar ég fór út eftir Hof, fundin með Andra. Mér leiði eins og við gætum fundið lausn. Já. Að við gætum alveg auðveldlega. Já, svona smáan. Já. Að gætum gert það. Að því að sko, þegar hann fór að tala um sko flugið sem við vorum ótrúlega fljóta að ná tökum á, að reyna að fljúa og svo allt í einu vorum við farin að fljúa yfir Atlantshafið og bara hringinn í kringum hnöttinn og eitthvað. Við náðum því bara ekki mörgum árum. Nei. Ættum við þá ekki að ná því að vinna koltvísýringinn úr loftinu og koma honum einhvern veginn fyrir Kattarnef bara líka á stuttum tíma. Eða, þú veist, mér leið þannig. Náttúrulega þá erum við búin að gera alveg heilmikið. Já, en þangað til að við finnum lausn á því, þá hvað getum við gert bara ég og þú og Jón og Gunnar? Hvað þetta fyrir í hug? Sko, til dæmis eins og að flokka, bara svona labba meira. Nota bílinn kannski bara í neyð? Já, einmitt. Það er ein hugmynd. Bílinn bara í neyð og bara svona almennt fara betur með umhverfis. Já. Nota minna einnota. Já. Versla meiri Hertex, þau voru hérna hjá mér í Hertex aðan og alls konar svona litli hlutir. Já, svona mjög litli hlutir, en ef við gerum það öll saman þá bætist það upp í einn stóran hlut sem virkilega getur hjálpað. Margt smátt gerir eitt stórt. Ertu orðin umhverfisfulltrúi í skólanum? Ég náði því. Þú náði því, til hamingju. Takk fyrir. Og í hverju felst það starf? Það felst í því að þú fer bara svona á svona funda og þú talar umhverfismál og hvernig þú svona getur hjálpað til og hvernig á að hvetja fólk. Og ertu þegar búin að mæta á einhverja fundi eða eru þeir ekki byrjaðir ennþá kannski? Þeir eru ekki byrjaðir ennþá, nei. En þá ert þú fulltrúi nemenda og fær kannski aðeins að tjá þig og segja hvað þið finnst og svo hvetja aftur krakkana. Já, það er mikið betra að hafa krakka að hvetja aðra krakka en einhverja fullorðna að hvetja aðra. Það er held ég hárrétt hjá þér. Sko, í greininni þá ertu svolítið að
þú ert svolítið að pota í okkur fullorðna, þú ert að segja okkur að við verðum að gera eitthvað. Já. Og það alveg hárrétt hjá þér. Hvernig líðið með þetta eins og, veist, með flug og annað, eigum að hætta að fara í ferðalög, hvernig eigum að snúa okkur í þessu? Sko, við viljum náttúrulega nota vélar en það til að létta lífið. Við ætlum ekki að hætta að nota vélar? Nei. Já, nei, það, það var ekki kjánalegt. Það eins og að fara aftur á steinöldina. Já. En það sem verður að breytast er orka þeirra. Já. Og hvernig við svona notum þau og svona, já. Þannig að. En svo hætta kannski með bensín og olíubíla og fara yfir í raf. Já. Og svoleiðis. Já, svona svoleiðis. Já. Hvernig sér þú fyrir þér, sko, ok, maður má ekki varpa öllum á krakkana, en sér þú fyrir þér að því krakkar getur tekið höndum saman meira? Nú ert þú í Brekkuskóla og það alveg 7 barnaskólar hérna bara á Akureyri. Eru þið eitthvað að tala saman milli skólan? Nei, en ég held að það ætti eitthvað, það ætti að... Það er gaman, já. Við ættum að gera það, það er svona... Ef þú ættir að hvetja krakka bara hérna núna til að gera eitthvað, hvað myndir þú hvetja til að gera? Bara þau veist, segja fólkinu að labba meira og hætta að nota bensín, hætta að nota einnota plast, kaupa minni föt, nota fötin lengur og í staðinn fyrir að henda þeim bara strax eftir að þeir verða, kannski kemur gat eða eitthvað, laga þau. Og já, bara svona hlutir eins og þetta. Já. Flott. Starkaður hérna, það var frábært að fá því innan þátt og hérna gangiði vel í umhverfisfulltrúa hlutverkinu í Brekkuskóla. Takk fyrir. Og vonandi eru fleiri krakkar á þess að þeir eru eitthvað að taka allan hittan og þungan af þessu, en þeir getur hjálpað þér að ýta við fullorðnum. Og kannski ættu þið líka reyna að ná eyrum stjórnvalda á einhvern hátt? Sko. Sérðu einhverja leið í því? Jú, ef við virkilega við erum svo fá sem komum inn á Ráðhústorgið, en ef að við verðum fleiri og ef við höfum fleiri krakka, þá kannski byrja stjórnvöldin að hlusta á eins, með Greta Thunberg. Hún byrjaði ein, en svo komu alltaf fleiri og fleiri og þá loksins byrjuðu stjórnvöld að hlusta á hana. Einmitt. Þannig að vonandi bara vex ykkar hópur og stakkar og bara ég hef fulla trú á okkur, en við fullorðnum verðum líka aðeins að fara að standa okkur aðeins betur. Já, ekki? Takk fyrir að koma í þáttinn og gangiði vel. Takk fyrir.